Þá það fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar 2018 viðauki. Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér lagði fram 7. liður í fundargerð bæjarráðs frá 3. maí síðastliðnum. Viðaukinn annars vegar í tvennu lagi, annars vegar vegna þvotts á götum og stígum upp á 8,5 milljónir og hins vegar vegna umhverfisátaks Akureyrarbæjar upp á 7 milljónir og útgjaldaaukningin samtals 15,5 milljónir og mætt með lækkun á handbæru fé og þetta samþykkti bæjarráð á fundi sínum í 3. maí og vísa til staðfestingar í bæjarstjórn. Og að því við ræddum hér viðauka áðan og jafnréttismat, þá fylgir jafnréttismat með þessum viðaukum líka og þeir eru náttúrulega kannski bara í svipuðu horfi og viðaukandi hér á undan og mikilvægt að hafa það í huga að við erum að feta okkur áfram í þessum efnum. Það kom hér fram í umræðinu áðan að það er alveg rétt sem bæjarfulltrúi Gunnar benti á, við erum að bæta hér inn í umhverfismálin. Það hefur kannski verið svolítið þannig að við höfum á undanliðnum árum verið að kannski segja, sýna aðhaldi í rekstri og höfum kannski ekki verið með nógu mikið fjármagn í þessum liðum. Hins vegar það þannig að við sáum það í þau uppgjöru sem við vorum akkúrat að samþykkja, ársuppgjöru sem við vorum að samþykkja hér í dag að staðan hefur batnað og það líka má benda á það að með við svona tölur sem við erum að sjá í útsvarstölum ársins 2018 þá eru þar má sjá að þær eru töluvert betri heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir þannig að þetta allt saman á góðri leið hjá okkur og kannski endurspeglast það í þeim ákvörðunum sem við erum að taka að bæta í þetta. En þetta náttúrulega eins og hefur þá komið fram hér klárlega að þetta mun hvað ekki síst hafa áhrif á fyrri liðurinn og liðum sem við samþykktum hér áðan mun hafa verulega áhrif á líðan barna væntanlega vegna þess að það fólk sem kannski mest á ferðinni og nálægt götum bæjarins. Seinni liðurinn varðandi umhverfisátækið, það að mínu mati mjög þarft verkefni líka. Þar erum við náttúrulega að ráðast á hluti sem löngu tímabært að taka hér upp í bæjarlandinu, hluti sem þyrfti að koma í geymslu og þannig að ég held að þetta sé bara jákvætt allt saman. En eins og ég sagði, þetta bara bæjarráð samþykkti við viðaukann og vísa hér til staðfestingar. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði bara aðeins rétt til að ítreka orð mín áðan með áætlanagerð gagnvart umhverfismálum. Það alveg rétt að það hefur verið reynt að halda í kostnað við umhverfismálin og ýmislegt sem að honum snýr. En staðreyndin samt sem áður sú að miðað við upphaflega áætlun ársins 2017 þá fór þessi málaflokkur 30% fram yfir á síðasta ári eða 68 milljónir. Og ég svona bara sting því hérna inn að ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum bara að draga ákveðinn lærdóm af og fara að skoða áætlanagerðina í þessum málaflokki betur. Því að ef ég man rétt þá var ekki ósvipuð staða upp í ársreikningi 2016. Þannig að ég bara legg það til. Að öðru leyti þetta bara hið besta mál. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég alveg bara sammála bæjarfulltrúi Gunnari að þetta hefur verið, við fórum fram úr áætlun á síðasta ári og það er akkúrat þannig vegna þess að við gerðum betur heldur en við ætluðum og þannig er líka þá verið að bæta í. Alveg samfærið það líka að ný bæjarstjórn sem tekur við eftir kosningar mun hafa þetta í huga þegar við gerum áætlunina fyrir 2019 og þannig að ég bara vil taka undir það að þetta eru bara hluti sem að við svona höfum verið að fara fram úr á undanliðnum árum. Við höfum líka verið að huga að umhverfinu okkar og við höfum verið að gera vel í þessum málum. Við höfum verið að hreinsa bæinn okkar vel. Þannig að þetta bara endurspeglast í því. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur hefur lokið máli sínu, orðið laust. Þar sem ekki fleiri hafa kast í ljós þá göngum við til atkvæðagreiðslu til þess að geta samþykkt þessu skeiðmerki. Það samþykkt samhljóða.